skildi þó aldrei gerast að það er bara farið að snjóa allt í mig. Ha? Loksins er komið vetur. Loksins. Þetta var svakalega snjór. Snjórinn þá, það eru liðinni svona, 2 dagar, 3 dagar. Og hvað gerði þessi snjór mér gott? Jú, ég var alveg fárveikur eða svona kaufaður. Þannig að núna 3 dögum síðar, cirka, er ég reisin úr rekkju. Og ég er búinn að hugsa, nú er upphaf árs 2019. Og ef það ekki alveg klassískt, dæmigert, eitthvað sem maður á að gera svona í byrjun árs, það er að horfa fram á veg og skipuleggja árið. Ekki nýjársheit, ég þoli þau ekki, ég þoli ekki nýjársheit. Ég þoli því næstu því jafn lítið og ég þoli svona janúar átök í ræktinni, fólki sem ætla sér einhvern veginn að redda öllu í janúar, sko. En, samt, horfa aðeins fram á veginn. Ég rata ekkert hérna, maður. Förum hingað bara, horfa fram á veginn og skoða hvaða hlutir það eru sem ég vil gera á árinu 2019. Og það er okkur hlutir sem ég er með í huga. Og sko, þó ég hef sagt þetta hérna nýjársheitin og þó ég hef sagt þetta sko heilsuátakið í janúar, þá er heilsan eitt af því sem ég langar til að taka fyrir. Og ég er svona, ég veit ekki, kannski þetta aldurinn, ég er 42 og svona, maður ekki aðeins byrjar að átta sig á því að maður á ekki óendanlega mikið að tíma, svona farin að fatta hvað tíminn er verðmætur og hvað skiptir miklu máli að nota hann vel og nota hann rétt. Og það er kannski það sem ég er fyrst að spá í, er að gefa mig góðan tíma á árinu til að fara svona yfir það sem ég er að gera. Í hvað ég nota tíman minn, í hvað vil ég nota tíman minn, hvað er það sem skiptir máli. Og svona sikta út hitt sem ég er alltaf að eyða tíma í og er kannski ekkert að gefa mér það sem ég hefði viljað. Þá er það heilsan. Með heilsuna, þá, sko, ég má alveg við því að missa svona 20 kíló, hugsa ég. Ég ætla ekkert að hjóla í dag einhverjum rosalegum krafti. Þú veist það letileg. Ég ætla samt sem að reyna að gera eitthvað. Og það sem ég er að hugsa núna er ef ég set mér markmið, hvað ég að segja, eigum við að segja að vera búin að missa 10 kíló fyrir næstu áramót, það er fínt. Þá get ég allavega frekar sprengt markmiðið frekar en hitt. En hérna líka eitthvað sem er svona eitthvað sem ég get náð og verður sko erfitt að verja að ég nái ekki. Þannig að það ætti að halda mér við efnið, vonandi. Þannig að segjum það, bara að missa 10 kíló fyrir næstu áramót. Hvernig ætla ég að gera það? Að hreyfa með aðeins meira, byrja að skokka aðeins meira á svona, ja þú veist skokka yfir höfuð, svona ekki að ljúga því. Ég fer að skokka einu sinni í mánuði núna, þannig að kannski farin að gera það svolítið oftar. Duglegur að mæta líka á æfingar í jiu-jitsu-unu, ekki bara að þjálfa. Svona aðeins að hreyfa meira og svona hætta að geta sælgæti eins og það sé bara eitthvað hobby. Þú veit, fara svona kannski bara borða svoleiðis óþverra sko til hátíðabrigða, ekki bara svona af því það er dagur eða kvöld eða nótt eða þið veitir. Ok, svo er það hitt sem langar að gera og það tengist svo sem heilsunni, það er svo mikið það. Sko, mér finnst rosalega gaman að elda mat. Ég er algjör að ala þetta, ég borða hvað sem er, það er svona þannig, ekki skemmdan mat og eitthvað svoleiðis, ég borða hvað sem er bara heilbrigður eðlilegur matur og borða kjöt og borða grænmeti og borða fisk og þetta er borða allan pakkan, gaman að elda hann. Þannig, svo sjá má á því að ég get alveg mist 20 kíló, en hérna, þannig að eitt sem er langsamt að prófa, sko ég er búinn að vera að velta fyrir mér veganisma, ekki að velta fyrir mér að verða vegan sko. Ég er búinn að hugsa mikið veganisma, hvað það er að vera vegan og hvað fólk er að gera á svona árin að ímynda með hvernig lífstíll þetta er. Og ég er líka búinn að hugsa þetta mikið út frá sko því sjónarmiði að kjötátið hjá okkur, vesturlandabúum sérstaklega, þetta er ekkert svona, hvað heitir þetta? Sustainable. Þetta er ekki eitthvað sem við getum viðhaldið. Þetta er ekki sjálfbært. Við getum ekki hakkað í okkur allt þetta nautakjöt, allt þetta rauðakjöt og ætlast bara til þess að
plánetan og allt saman halda áfram að fúnkera eins og það gerir. Þannig að, hvað er til bragðs að taka? Jú, við þurfum að breyta því hvað við borðum. Við þurfum að auka magnið af grænmeti sem við borðum. Eða fara í þetta skordýr, ég er ekki alveg komin á þann stað sko, líka erfitt að nálgast góð skordýr þannig held ég sko. En allavega, grænmeti er alltaf eitthvað, þannig að það sem ég langar til að prófa, langar virkilega að prófa að vera vegan í mánuð. Eða prófa að borða vegan í mánuð. Það er ekki að vera per se sko. En það sem það þýðir er að, ég vil gera það almennilega, tala við eitthvað fólk, fá góður uppskriftir, virkilega prófa mig áfram, sjá hvað hægt er að gera og prófa þetta í einn mánuð. Ég er ekkert að ræða þetta sko heima við Berglindi sko nema bara svona í gríni, þannig að ég þyrfti eiginlega hérna, við þarfum líka að finna góðan mánuð fyrir þetta, þú veist það verður engin ferðalög, vitið ekki páskar en svona, kannski mæsi góða mánuður, ég veit ekki, kannski á langt í burtu. En hérna, ég ætla ekki að ræða þetta og ég ætla heldur ekki að neyða fjölskylduna í þetta með mér, ég ætla bara að gera þetta sjálfur, hitt er ekki beint sanngjarnt. En sko, nú er ég svolítið sniður og vera svona í vinstri þriðjunginu sko, rule of thirds, ég er að passa hvað ég staðsett þetta. Allavega, það sem ég ætla að gera, ég tala við fólk, fá góður uppskriftir, gera eitthvað, prófa þetta, sjá hvort þetta hafi einhver áhrif á heilsu og líðan, sjá hvort það mér líði eitthvað öðruvísi eftir ég byrja á þessu, sjá hvernig niðurstaðan verður eftir mánuðinn, hvort það hafi líka áhrif á hitt markmiðið, heilsumarkmiðið og hérna, sjálf sér sko, kostnaður er erfitt að mæla hvort það hafi einhver áhrif á innkomukostnað ef ég þarf, það er eflust mun dýrara ef ég þarf að versla þetta fyrir sjálfa mig og síðan hefðbundnari mat fyrir restina af fjölskyldunni. En það sem ég vonast til að fá út úr þessu er ekki það að ég verði vegan til frambúðar, ég mun sennilega halda áfram að borða kjöt, en mér langar að borða það í minna magni, sem mér langar að breyta mataræðinu, koma fleiri góðum grænmetisréttum svona inn í þennan dæmigerða matseðil sem rúlar á heimilinu. Sjá hvort maður geti ekki fundið eitthvað skemmtilegt sem að, já, það vonandi allir geta borðað. Þetta er svona hugmynd. Þannig að alveg var komin að bílum aftur. Þannig að ég segi þar leiðandi að ég hef enga tíma. Verð að klára þetta. En hérna, þetta var svona uppfylliblokk sko. Ég er hérna búin að ekki þjást sko, en jú, ég er búin að finna fyrir smá svona ritstíplu þegar kemur að vídeoblogum. Þannig að einhver vitur maður á internetinu, þið vitið allir á internetinu eru voða vitrir sko, sagði að það væri mikilvægara bara að gera, vitið, halda svona tempóinu sko, búa til vídeo, tala allavega eitthvað frekar en ekkert. Það var eina leiðin svona til að komast yfir þetta. Svo síðan auðvitað, ef einhver er með góðar hugmyndir sko, þá efni fyrir vídeoblogga þá má gjarnan gauka þeim að mér. Svo þetta líka bara svona afsökun til að koma út, prófa nýja introðu sem ég bjóð til, sem var það maður. Já. Herru, ég er komin að bílnum og ég þarf að drífa mig á æfingu, eða fara að þjálfa. Sko núna er klukkan rúmlega 4 og það er ennþá bjart. Ef að þeir sem vilja breyta klukkunni hefðu fengið sitt í gegn, eða væri búin að fá sitt í gegn, ég veit ekki hvert það fer, á hvernig það endar, þá væri orðið dimmt núna. Þar er alveg vita vonast fyrir mig að reyna að taka upp eitthvað vídeoblogg utan dyra. Þannig að ég segi nei.